Ágæti Rótarifélagi. Félagakerfi Rótari á Íslandi sænskt að uppruna og heitir Club Admin. Það hefur verið notað í nokkur ár með góðum árangri og útbúnar hafa verið vandaðar leiðbeiningar notkun þess. Það hefur þekking á kerfinu myndast í hverjum og einum klúbbi því að forsetar og ritarar hvers árs hafa notað kerfið. Hikið því ekki að leita til þeirra ef það vantar aðstoð. Mikilvægt að lesa fyrst leiðbeiningarnar áður en óskar eftir aðstoðar frá vefstjóra umdæmisins. Leiðbeiningarnar eru nokkuð ítarlegar, eru á PDF-formi og eins og sjáum á og það gott efnisyfirlit til þess að leita hvað og fara yfir alla helstu þætti í forritinu. Ef það einhverjar ábendingar þá endilega sendið inn ábendingar það sem betur má fara. Það mismunandi eftir hvað embætti hver hefur, hvað hann sér í kerfinu, hvað hann getur gert. Það eru leiðbeiningar hvernig að búa til lykilorð, því þið búið það til sjálf í upphafi og það upplýsingar aðgengi, skráningu funda, skráningu fyrirlesara og mætingaskráningu og allt það sem við kemur, eins og segir, ítarlegt rit sem hefur verið gert sérstaklega til þess að aðstoða ykkur við að nota það. Og endilega upplýsingar hvernig þið uppbyggið heimasíðuna og hvað annars þið gerið. Þannig að endilega nýtið þið kerfið. Og en eins og ég segi, félagakerfi heldur utan félaga, heldur utan gesti, fundi, embættismenn og kerfið sendir út sjálfvirk fundaboð og heldur utan fundagerðir og skjöl. Auk þess í kerfinu að vera lítil heimasíða fyrir hvern klúbb þar sem þið getið skrifað fréttir og þar getið látið upplýsingar og fundina birtast. Með þessu kerfi núna aðeins nauðsynlegt að halda utan félag á einu stað því að sjálfkrafa færast upplýsingar á kerfinu eftir Rótary International. Það mikilvægt að upplýsingar félag og stjórnir séu eingöngu skráðar í íslenska félagakerfið. Og góð regla að skrá allar upplýsingar eins fljótt og auðvelt í að félaga sama dag og þeir gangi í klúbbinn. Skrá fundi með góðum fyrirvara jafnvel alla fundi starfsársins fyrirfram. Því það alltaf hægt að uppfæra fundi og bæta við nauðsynlegum upplýsingum. Munið að það mun auðveldara að fá fyrirlesara með löngum fyrirvara en með stuttum. Færi mætingar á fundi strax eftir fund og margir ritarar færa inn mætinguna á símanum sínum strax á fundinum. Fundagerðir best að skrifa í ritvinnsluforriti og vista á því formi eða sem PDF og hlaða upp undir viðkomandi fundi. Hvetjið félaga til að skrá sig inn og halda sínum upplýsingum réttum. Í leiðbeiningunum líka lýst hvernig best að setja myndir af félögum í félagakerfi. Þetta skemmtilegt að allir sé myndir af öllum félögum. Reynt verður að búa til stutt myndbönd einstaka hluti félagakerfisins og allar ábendingar og það sem betur að fara í leiðbeiningum og senda á guðni@rotary.is. Ég ætla aðeins að sýna ykkur kerfið eins og það og hér erum við komin inn í kerfið, reyndar kemur upp á síðan að fáið hana svona, þeir eru búin að skrá okkur inn og allt það sem hér efst uppi, þetta það sem allir hafa aðgang að. Það sem hérna vinstra megin bætist við þegar þeir eru innskráð í kerfið. Hvað þið sjáið hér fer síðan eftir þeim embættum sem þið eru með. Þið getið séð hér allar upplýsingar klúbbinn. Fyrir þá sem hafa réttindi þá geta menn uppfært ákveðna hluti. Þið sjáið upplýsingar klúbbinn, hvernig aldursdreifing hvernig félagaþróunin og allra síðustu ár, það ekki að marka það sem eldra og hægt að skrá inn móðurklúbb, dótturklúbb og annað fyrirlíkt. Þið skráið inn embættismenn og
Þar veljið bara viðkomandi ár og skráið inn embættin og geti gert þetta fram í tímann og þarf að gera þetta alveg aftur til 2003-2004 ef viðkomandi ennþá í klúbbnum. Einstaklingar, þá fæ ég nafnalistan. Það sér heiðursfélagalisti, það listi yfir það gestir sem hafa verið skráðir, það listi yfir fyrirlesara og þar getið þið skráð nafn, netföng og síma. Hér hafið aðgang til þess að breyta upplýsingum með viðkomandi, að sjá hvaða aðgang viðkomandi hefur. En þá þurfum við að velja einhvern úr reitnum og hér sjáum við aðganginn. Ef aðgangur virkur, hann gjaldkeri og hann félagi. Hér getið þið valið áskrift af atburðum, hvort það ykkar eigin klúbbur sjálfkrafa valið, en þið getið bætt við úr öðrum klúbbum. Við upplýsingar um atburði, þessum atburðir eru skráðir, bætið við atburðum, yfir dagatal, mætingaskráningu, upplýsingar um mætingarhlutföll, greinar, netfangalista, skjöl, skýrslur, leiðsagnarhálfur sem notaður til þess að skrá nýja félaga og afskrá félaga einnig. Síðan eru vefsíðan, hvernig hún sett upp sögu klúbbsins sem flestir búið að færa inn. Af því sem til upplýsingar og síðu forsetans sem segir stefnumörkun, fleira og annað. Meira ætla ég ekki að sýna þessi í bili, en ég vona ykkur gangi vel að nýta kerfið og við munum reyna að búa til fleiri myndbönd til þess að sýna notkun þess. Kærar þakkir, góða stundir.